Byrjum á að ímynda okkur fyrirmyndarland, land þar sem allt eins og best verður á kosið. Slíkt land væri á besta hugsanlega staðanhettunum á skilum Evrópu og Norður-Ameríku. Það væri í norðri, á þeim stað á heimskringlunni sem stendur best að vígi þegar litið til breytinga í náttúrunni, til samgangna, mannfjöldaþróunar, matvælaframleiðslu og öryggis. Landið væri eyja, með skýr landamæri frá náttúrunnar hendi og byggð af einni þjóð með sambærilegt gildismat. Herlausri þjóð sem býr samt við meiri frið og meira öryggi en flestallar þjóðir heims. Þjóðin í þessu ímyndaða fyrirmyndarlandi er ekki fjölmenn og hefur því nóg til skiptana. Landið og sjórinn eru rík af þeim náttúruauðlindum sem verða eftirsóttar til framtíðar, landrými er nægt, loftið og vatnið er hreint og náttúrufegurðin einstök. Í landinu eru næg umhverfisvæn orka, húsakynni eru hituð með varma sem streymir upp úr jörðinni og þar eru framleidd heilnæmustu og bestu matvæli sem völ er á. Þar eru allir fæddir jafn réttháir og grundvallarsjónarmið mannréttinda eru í hávegum höfð. Öllum er tryggð besta mögulega heilbrigðisþjónusta og allir eiga kost á að mennta sig á því sviði sem þeir finna kröftum sínum bestan farveg. Fjölbreytilegt menningarlíf og öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf veitir landsmönnum margbreytilegt, skemmtilegt og heilbrigt líf. Þessi frjói jarðvegur veldur því að á þessari fámennu þjóð spretta vísindamenn, íþróttamenn, tónlistarmenn, rithöfundar og annað listafólk á heimsmælikvarða. Þó tiltölulega fátt fólk búi í þessu stóra landi, tryggja greiðar samgöngur að landið og þar með þjóðin er ein heild. Alls staðar eru innviðir traustir og allir hafa aðgang að nauðsynlegri þjónustu. Landið er framarleg innleiðing og þróun nýrrar tækni. Það er gott að stofna og reka ný fyrirtæki. Fríverslunarsamningar við löndum allan heim og staðsetning landsins í miðpunkti flutningaleiða milli stærstu markaðssvæða heims því að landsmenn geta framleitt gæðavörur og flutt út víða veröld. Allir íbúar landsins búa við góð kjör vegna þess að tækifærin eru nýtt skynsamlega í allra þágu. Hvergi er betra að ala upp börn eða að dvelja við öryggi á efri árum. Flestum jarðarbúum þætti þessi lýsing á landi sjálfsagt hljóma eins og fjarstæðukennd útópía, óraunverulegt ævintýraland. En fyrir okkur Íslendinga er þetta ekki svo fjarlægt. En þrátt fyrir þessar hættur náttúrunnar erum við Íslendingar svo heppnir að búa í landi sem er í senn ægi fagurt og gjöfult með gnægð auðlinda. Hvort sem litið er til jarðnæðis, vatns, hreinleika eða möguleika til matvælaframleiðslu eru fáar þjóðir í heiminum sem búa við jafn rík tækifæri frá náttúrunnar hendi og við. Landið sér okkur fyrir nægri umhverfisvænni orku og úr fegurð og aðdráttarafli náttúrunnar og auðlindum sjávar verða til gríðarleg verðmæti. Mannauður okkar og hugvit bætir sífellt við þau verðmæti. Enda vinnur nú stærri hluti þjóðarinnar að rannsóknum en nokkurs staðar annars staðar í Evrópu. Sé litið til alþjóðlegs samanburðar er Ísland í efsta sæti við mat á öryggi og friði og jafnrétti kynjanna. Raunar hefur það sýnt sig að í alþjóðlegum samanburði á þeim kostum sem lönd búa yfir er Ísland gjarnan í hópi þeirra efstu. Hvort sem spurt er hvar best sé að búa í heiminum, stöðu lýðræðis, réttindi ólíkra hópa, frelsi fjölmiðla, árangur af heilbrigðisstefnu eða stöðugustu ríki heims. Slíkur samanburður er ekki algildur, en veitir þó mikilvæga vísbendingu það hversu góð lífsskilyrði við búum við. Sú staðreynd hverfur því miður allt of oft í umræðu hefð sem sífellt beinir sjónum sínum að því neikvæða. Það er ákaflega mikilvægt að við gleymum því ekki að við búum í samfélagi sem flestir aðrir í heiminum gætu öfundað okkur af. Það sem sterkir innviðir, miklar auðlindir og ríkulegur mannauður gera okkur kleift að byggja upp enn betra samfélag til framtíðar.